Sæl og blessuð, kæri áhörendur, og velkomin í ferðalag til frelsis. Þetta er fjórði þátturinn okkar af þessu sirpu og við höfum verið að leggja grunninn svolítið og ég held að þið sem eru búin að fylgjast með frá upphafi séu kannski að byrja átt ykkur á því að það sem ég legg til grundvallar og mikilvægi þess sem ég legg til grundvallar að skilja á milli sáttmálanna tveggja. Gamla sáttmálans sem gamla testamenti Biblíunnar og nýja sáttmálan sem nýja testamentið og gæta þess þegar maður les, þegar maður stúderar út á hvað gengur kristendómurinn, hvað gerði Kristur, hvernig líf hins kristna, hver boðskapur fyrir hinn kristna, að þá sé mikilvægt að lesa Biblíuna, stúdera, læra með það í huga að þetta voru tveir sáttmálar og það á ekki að blanda þeim saman. Við munum núna framundan skoða nokkura mikilvæga þætti þar sem að þessu blandað og veldur fólki gjarnan truflunum í trúargöngunni og erfiðleikum og jafnvel fordæmingu og skilningsleysi. Og þarna ætlum við að reyna að greiða svolítið úr. En til þess að gera það, þá erum við fyrst að gera það sem við höfum verið að gera, sem að sýna fram á. Og ég held að sé að takast það, og ritningunni sjálfur ekki frá mínum skoðunum, heldur að láta ritninguna tala og sýna fram á að hún gerir greinamuninn á milli og það aðskilin gamli og nýi, og gamli var fyrir Hebreana, gyðingana, Ísraelsmennina og svo nýi fyrir kristna, alla kristna menn, sama hvaðan þeir koma, hvað ættbálki og kynkvíslinn þeir koma. Aðeins örlítið meira þetta til þess að svona festa þetta alveg í sessi. Við lásum síðast í Hebreabréfinu og ég ætla að byrja þar aftur nýja sáttmálan. Þar segir: þetta sáttmálinn sem ég mun gjöra við hús Ísraels eftir þá daga, segir Drottinn, ég mun leggja lög mín í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Hér staldra einmitt, bara þarna staldra margir kristnir við og segja: já, Halldór, það sannasta sem að við höfum haldið fram að lögmál Móse sé enn í fullu gildi og enn í fullu líði hjá hinum kristnum. Og eini munurinn á þessum gamla og nýja, eða ekkert eini, hann stórkostlegur segja þau, munurinn sá að núna þetta ekki á steintöflum utan frá inn, nú ritar Drottinn lögmál Móse á hjartaspjöldin okkar þannig að þau kom inn frá út. Ok, skoðum þetta. Ég ætla að lesa einu sinni bara til átt okkur og hvað við erum eiga við hér. Það segir: ég mun leggja lög mín í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Og þetta það sem hann gerir í hinum nýja sáttmála, það bara staðreynd. Það eru þessi lög að hvort að það sé lögmál Móse eða ekki. Tilvísunin hér í Hebreabréfinu í Jeremía 31-33. Þar hann að taka orðin úr Jeremía, þar sem spádómur og loforðin það kemur og það hljómar svona: en í þessu skal sáttmálinn fólkin vera, sá ég gjöri við Ísraels hús eftir þetta, segir Drottinn, ég legg lögmál mitt þeim í brjóst og rita þá á hjörtu þeirra og ég skal vera þeirra Guð og þeir skulu vera minn þjóð. Það mikilvægt að skoða þessa texta. Það alltaf í allri ritningunni, Gamla testamentinu, Nýja testamentinu, þegar vísað til lögmál Móse, alltaf talað lögmálið í eintölu. Lögmál Móse alltaf eintölu orð. Það eitt stykki, lögmál Móse. Boðorðin voru ekki bara 10, þau voru 600 plus, en lögmál alltaf talað það í eintölu. Það merkilega að í Hebreabréfinu hér sem segir: ég mun leggja lög mín í hugskot þeirra, þá þetta orð í fleirtölu. Og orðin lög, þarna lög Guðs, koma í fleirtölu bara tvisvar sinnum fyrir
Það þarna í þessum kafla og svo aftur í 10. kafla í Hebreubréfinu líka. Og fyrst nýji sáttmálinn ekki og ekkert eins og svo gamli, þá skildi maður ætla hér sé verið að ræða eitthvað annað heldur lögmál Móse. Hann ætla að rita eitthvað annað á hjartaspjöldin þín sem kristins manns og konu og mín. Eitthvað annað heldur lögmál Móse. Og bara þetta að það sé fjallað þarna og þetta sé að tala það í fleirtölu fær okkur til að staldra og segja, hvað að ræða? Það sem Hebreubréfið talar lög Guðs sem að maður rita hjartaspjöldin í fleirtölu í þessum 2 köflum, það verið að vísa til þess sem Guð setur inn með hennu nýja sáttmála sem algjörlega allt annað heldur en það sem var í gamla sáttmálanum á steintöflum og skrifað og meiklaði stein. Þetta var eitthvað sem átti að leysa hið gamla af hendi. Og skoðum hvað það því að reikningin sýnir okkur nákvæmlega hvað þetta hvað þessi lög, þetta lögmál í fleirtölu hérna hvað það Lögmál gamla sáttmálans var algjörlega mátt vana gagnvart syndinni í manninum, syndinu og dauðanum. Það þurfti eitthvað nýtt að koma til. Og það fyrra það sem gerist í Rómarbréfinu 8:2-3, hlustið á. Lögmál lífsins anda, þetta eitthvað lögmál, það kallað lögmál lífsins anda, hefur nú í Kristi Jesú frelsað þig frá lögmáli syndar og dauða. Lögmál syndar og dauða. Út af það gengur þetta allt saman, að losa mannkynið og mannin undan lögmáli syndar og dauða. Það að segja það að við deyjum hér í jarðnesku lífi og aðskilin frá Guði, við höfum ekkert samband við Guð. Dauðinn í andlegu dauði þýðir bara aðskilnað frá Guði. Og svo segir lögmáli Móse, það sem lögmáli Móse var ógerlegt að því lítið sem það mátti sín einskis fyrir holdinu, það gerði Guð. Með öðrum orðum, það þurfti að leysa manninn undan lögmáli syndar og dauða. Lögmálinu í eintölu, lögmáli Móse, var ómögulegt að gera það. Það gat ekki leyst mannin. Það mátti sín einskis fyrir holdi mannsins. Eins og ég hef sagt áður, lögmáli var í lagi, en maðurinn var það ekki. Hann gat ekki haldið það. Þá kemur þetta með Kristi. Lögmál lífsins anda hefur nú frelsað þig frá þessu lögmáli syndar og dauða, það sem hitt lögmáli gat ekki. Þannig að það sem Guð ritar inn á hjartaspjöld okkar lögmál lífsins anda. Það sem kraftur andans innra með þér, lífsandi Guðs sjálfs, Guðs DNA í þér. Það það sem hann setur inn. En ekki bara það, hlustið á, aðeins fyrir Rómarbréfinu. Þannig sýndi nú Guð réttlæti sitt því að hann hafði í umburðarlyndi sínu umborðið hinna áðurdrýgðu syndir. Þarna hann að vitna í hið gamla og aðdragandann að Jesú. Til þess að auglýsa réttlæti sitt á yfirstandandi tíma að hann sé sjálfur réttlætur og réttlæti þann sem á trúir á Jesú. Þarna hann bara ítrekka réttlæti Guðs til þín og mín kemur aðeins fyrir trú. Og svo segir hann, og hvar þá hrósunin? Hún útilokuð. Það sé að yfir hverju við að stæra okkur. Hvernig eigum við að hrósa okkur sjálfum? Hún útilokuð. Með hvaða lögmáli? Verkana? Nei, með lögmáli verkana þá erum við alltaf að reyna að hrósa okkur. Við erum að sýna hvað við erum góð, stöndum okkur vel, sjáu, ég með þetta, ég kann þetta, ég búin að temja mér að gera þetta og ég að hlýða Guði. Þá getum við stært okkur að því sjálf og það það sem við kallað sjálfsréttlæting og það lögmál verkana. Það ekkert hrós, það ekki hrósi sem að tala það heldur ekkert hrós í því sem aðalmálið, hlustiði. Hvar hrósunin? Hún útilokuð.
með lögmáli trúarinnar. Þarna segir hann, lögmál trúar. Við álöndum því að maður réttlætast að trú án lögmálsverka. Þetta lögmál í fleirtölu í Hebreubréfinu lögmál lífsinsanda og lögmál trúarinnar. Það eru ákveðin lögmál sem Guð sett í gang í hinu nýja sáttmála. Lögmál þar sem hann fyrir sinn mátt, sína náð, sinn kraft, sinn heilaga anda endurfæðir anda þinn og setur á stað virkni innra með okkur. Hann tekur burt til myrkvaðanda, gefur hún líf og blæs nýju lífi, sínu lífi. Við fáum hlutdeild í guðulegu eðli, segir Kólossabréfið. Hann setur það inn og í þetta allt saman, þetta líf sem innur með þér og mér starfar og opererar núna undir lögmáli lífsinsanda og lögmál trúar. Ekki undir lögmál Móse. Þetta geysilega mikilvægt að skilja því þetta gerir gæfumuninn upp á trúargöngunum þína. Hvernig þú skilur, hvernig þú sérð hvað í þínu hjarta hvað af þér krafist núna. Það ekki krafist að þér lengur að halda lögmál Móse. Þú átt ekki einu svona að blanda þig saman. Það eina sem þú átt að gera að skilja og sjá hvað Guð hefur sett inn og eftir hvaða lögmáli það sem í þínum anda núna í hinni nýju sköpun, eftir hvaða lögmáli þetta vinnur og starfar. Og það lögmál lífsinsanda og lögmál trúarinnar. Það það sem heldur gangandi, það sem að virkar í trúarlífinu. Það nefnilega margir sem halda að það sé bara heilagur andi, að munurinn á gamla og nýja sé bara að heilagur andi hefur verið útdelt til að hjálpa þér að halda þér gamla. Heilagum anda ekki útdelt til að hjálpa þér að halda þér gamla. Það hvergi í ritningunni, hvergi. Þetta raunkennsla, þetta misskilningur, hún byggð á því að mixa og blanda saman þessu gamla og nýja og úr því að ef þú blandar í þá verður einhvern veginn láta það ganga upp, sjáðu. En þess vegna það bara heilagur andi sem hjálpar þér núna og þá fær meiri kraft. Samt veistu það að þú klikkar á þessu aftur. Það enginn sem getur haldið þetta. Þetta gengur ekki út á það. Hið gamla ekki lengur við lýði. Ef þú ert ennþá efast þetta, ef þú ert á þeirri skoðun að það nú kraftur Guð sem hjálpar mér að gera þetta samt og það lögmál Móse ekkert farið, það enn við lýði og nú bara kraftur Guðs. Ef þú ert ennþá á þeirri skoðun, leið mér að gefa þér smávegis innsæi í viðbóti í ritninguna sem hugsanlega ritningastæði sem þú bara búin að gleyma sem ættu endilega að gera út þessa afstöðu þína. Postulasagan, frumkirkjan sem var að starfa og lifa í hinu nýja sáttmála. 15. kafli. Hlustum mjög vel á. Skoðum þetta. Ekki taka mín orð, sjáum hvernig þetta var í kirkjunni. Þegar þeir komu til Jerúsalem, þá tók söfnurinn á móti þeim og postularnir og öldungarnir og skýrðu þeir frá hversu mikið Guð hefði látið þá gjöra. Þess að þeir að koma til þeir að fara í trúboðsföru, þeir að boða út og meðal heiðingjanna og meðal annara utan Ísraels og fólk frelsaðist og fólk fylltist heilugum anda og kraftur Guðs mætti og fólk læknaðist og þetta var stórkostlegur tími í sögu kirkjunnar. Og þeir að koma til Jerúsalem aftur og nú hitta þeir postulinn og alla hina sem voru á öldungunum og greinaði frá það sem hefði gerst. Þá, þegar þeir að segja, heiðingjarnir að taka á móti þessu, þá risu upp nokkurir úr flokki farisea. Trú höfðu tekið, sem sagt farisear sem höfðu tekið trú á Jesú Krist, eignast lífið í honum. Og þeir sögðu, þá ber að umskera
og bjóða þeim að halda lögmál Móse. Þetta ekki þetta sem við erum að tala Kristnimenn í dag sem vilja meina að við að halda lögmál Móse sé ennþá við líði og sé bara í fullu gildi fyrir lífins kristna nema nú sé bara heilagur andi sem hjálpar. Það nákvæmlega sem þessi fariseifar segja. Umskeru þá og þú hugsa kannski, nei, það kannski ekki umskera þá, þeir þess ekki vera gyðingar, en lögmál Móse, og þeir segja þá, umskeri þá og boðið þeim að halda lögmál Móse. Og þú hugsa, þarna kemur þetta bara, Halldór. Þú ert ekki með rétta kennslu, Halldór, en þarna sérðu það að þeir vildu þetta. Höldum áfram. Postularnir og öldungarnir komu nú saman til að líta á þetta mál, að sjálfsögðu. Fariseinnar sögðu umskerið á, boðið halda við lögmál Móse, postular og öldungar safnarins í Jerúsalem koma saman og skoða þetta mál. Tala það, ræðum það, biðja fyrir því og sjá hver vilji Guðs er. Eftir mikla umræðu reis Pétur upp, Pétur postuli, og sagði við þá, bræður, þér vitið að Guð kaus sér það fyrir löngu yðar á meðal að heiðingjarnir skyldu fyrir munn minn heyra orð fagnaðarins og taka trú. Það ekkert nýtt að hann var löngu búinn að ákveða það að fagnaðarins skyldu fara út fyrir Ísrael og út meðal heiðingjana. Og Guð sem hjörtun þekkir bar þeim vitni, hann gaf þeim heilagan anda eins og okkur. Og þarna kemur það. Þetta ekki bara einhverju sem að vilja trúa og þeir eru ekki alveg orðnir frelsaðir. Þeir eru frelsaðir, þeir eru lífið í Jesú Kristi, þeir eru endurfæddir og þeir hafa meðtekið heilagan anda í líf sitt. Ef að kenningin rétt, að lögmál Móse sé enn í fullu gildi fyrir þig og nú sé bara munur sá að heilagur andi hjálpi þér, innra með þér að halda þau, þá það sem næst kemur þurfum við að þurrka það út úr reikningunni. Við þurfum að taka það út. Því að fram að þessu þetta nákvæmlega eins og þessi kenning segir. Þeir hafa frelsast heiðingjarnir og þeir hafa meðtekið heilagan anda nákvæmlega eins og Guð vildi. Og engan mun, segir Pétur, gerði hann okkur og þeim þegar hann hreinsaði hjörtu þeirra með trúni. En þetta allt í lagi, það ekki? En hvað kemur svo? 10. vers og Pétur talar. Hvers vegna freistið þið nú Guðs með því að leggja ok á háls þessara lærisveina hvorki feður okkar né við megnuðum að bera. Pétur, nei. Voru þessir heiðingjar eða þeir sem voru utan Ísraels frelsaðir? Já. Var það vilja Guðs? Já. Voru þeir fylltir heilugum anda Guðs? Já. Voru þeir endurfæddir í anda sínum? Já. Var Guðs andi í þeim? Já. Höfðu hlutdeild í guðlegu eðli? Já. Allar hennar baka. Áttu þeir nú að halda lögmál Móse? Nei. Og heilugum anda sem í þeim var. Pétur hefði getað sagt, ef þessi kenning var rétt, þá hefði Pétur sagt, rétt það bræður. Þeir skulu halda lögmál Móse því það enn við líði. Og nú mun kraftur heilags anda hjálpa þeim að lifa í þessu. Nei, hann segir einfaldlega, feður okkar, forfeður okkar, við sjálf, við gátum þetta ekki. Þetta var ok á okkur, það var ekki bara við gátum ekki, þetta var byrði, þetta var og nú ætli þið að freista Guðs með því að leggja þetta sama á þessa nýju bræður og systur hérna fyrir utan. Ég vona að þetta hafi eitt skipti fyrir öll afgreitt þetta mál fyrir þig. Ef ekki, skoða þetta betur. Þú sér það öllu rökunum í ritningunni. Þetta ekki mín rök, þetta rök ritningarinnar hvað nýtt og hvað gamalt, hvað farið, hvað komið. Elsku vinur, þetta leiðin til frelsisins í Kristi. Þetta lögmál frelsisins. Lögmál lífsins anda og trúar sem nú virkar í hjörtum okkar.
Ekki ennþá sannfærður. Það mætti, og þarna lendum við sjáðu í vandræðum, og til þess annað vers, hlustu á þetta. 1. Jóhannesarbréf, 5. kafli 3. vers. Það segir Jóhannes: því að í þessu birtist elskandi Guðs að við höldum hans boðorð, og boðorð hans eru ekki þung. Og þetta þetta kemur að því virðist bara hreinlega mótsögn. Þetta mótsögn? Eru Jóhannes og Pétur bara ekki sammála? Pétur segir: hei, við förum ekki að leggja á þetta og að lögmál Móse, setja lögmál Móse inn. Við gerum það bara ekki. Við gátum ekki haldið það, ekki eins og núna eftir kristnir og forfeður okkar gátu ekki haldið það. Þetta er ekki rétt. Svo kemur Jóhannes allt í einu og segir: í þessu birtist elskan til Guðs að við höldum hans boðorð, og boðorð hans eru ekki þung. Þegar þú blandar, þá lendur í svona vandræðum. Veitu, hvort er rétt? Eru þau þung eða ekki þung? Þurfum við að halda þau eða þurfum við ekki að halda þau? Erum við undir lögmálum Móse ennþá eða ekki? Erum við undir lögmálum Móse og heilagur hjálpar okkur, eða bara hafði Pétur rétt fyrir sér eða hafði Jóhannes rétt fyrir sér? Þegar þú blandar, þá lendir í svona. En þetta er ekki mótsögn. Pétur og Jóhannes eru algjörlega 100% sammála. Þeir eru bara að tala sitt hlutin. Og það sér maður þegar maður skoðar ritningarnar. Annars vegar var Pétur að segja nei við boðorðum Gamla testamentins og lögmálum Móse, og hins vegar Jóhannes að segja boðorð Krists í hinu nýja sáttmála eru létt. Og í því birtist kærleikurinn til þess að við höldum þau. Því þau eru, og þegar ég ætla að lesa þessi boðorð nefnilega, þegar ef þú getur ekki haldið þau, þá þarf það að frelsast. Og því þau eru eðlileg. Lífið innan við gerist ekki nema með þessu. Hvað ertu að tala um, Haldur? Hvað ertu að tala um? Já, ég tala bara þessi ritningi, ég kennur það sem Jóhannes er að tala um. Við vitum að boðorð Gamla sáttmála sem að Pétur sagði nei við í postulasögunni að heiðingarnir þyrftu að fá og taka, þau voru ekki 10, þau voru 613, 600 pluss. Og þau voru og sem íþyngdi og var ekki hægt að framganga í. Og ekki segja mér að Guð hafi bara sett, já, það er bara hluta boðorðum sem fylgdu með, ekki öll. Þú veist að jafnvel og ég að þannig gerist þetta ekki í Guðs ríkinu, ekki í Ísraelsmönnum. Þú varst sekur við allt lögmálið ef þú braust eitt. Og kíktu á sig 600 og eitthvað boðorð og sjáu hvort þú sitt að halda þau. Hvernig gengur þá heilugum anda eða þér í heilugum anda uppfylla þau? Ekki neitt. Bara ekkert. Ef þú kristinn og borðar hamborgarhrygg á jólunum, brotlegu allt lögmálið. Borðar humur og rækjur, brotlegu alltaf. Bara matarboðin. Þú heldur þau ekki. Ég veit kristna sem hættir að borða hamborgarhrygg út af því að þeir eru að reyna. Ég veit kristna sem halda hvíldardaginn laugardaginn frá 6 á föstudegi og fram til 6 á laugardegi, að þeir vilja reyna að halda, en ekkert af þessu virkar því að þú finnur alltaf eitthvað. Og ég skal benda á það og ég sest niður með þér í klukkutíma eða jafnvel skemur og benda á hei, þú brotlegur. Þannig að það gengur ekkert of vel, en það þér ekki ætlað að lifa svona, ekki í Kristi. Ef þú gyðingur, þá reynir að lifa svona. Ef þú kristingyðingur, nei. Jú, þeir reyna að halda og verða lögmálið, en Pétur sagði, við gátum þetta ekki vera að leggja eitthvað ok á það. Við erum frjálsir, nýtt lögmálið tekið við í hjartanum. Og hvað er verið að tala um hér? Að hvaða lögmál eða boðorð Guðs er ekki svona þung, eða eins og þessi 600 pluss boðorð. Hvaða boðorð eru það í nýja sáttmálinu? Boðorð Jesú Krists sem er ekki svona þung. 3. kafli í sama bréfi. Og það er Jóhannes sem skrifar. Og hvað sem við biðjum fáum við frá honum.
af því að við höldum boðar hans og gjörum það sem honum þóknarlegt. Vá, ástæðan er ekki að fá neitt frá Guð, þegar ég bið og bið en ég held ekki lögmál Móse, þess vegna ekki. Nei, svo kemur, og þetta hans boður. Loksins fáum við vita það. Hérna kemur boður nýja sáttmálans. Útmunni 613, hér kemur þetta nýja. Við skulum trúa á nafn sonar hans Jesú Krist og elska hvern annan. Trú á Jesú Krist og kærleikur til náungans. Trú og kærleikur. Trú, von og kærleikur munið. Þetta boður hans. Þetta boður hins nýja sáttmála sem hann vegna þess lögmál sem í þér virkar í nýju sköpuninni. Þetta ekki erfitt. Þetta flæðir frá þér ef þú leyfir lífinu innra með þér, andan þínum að starfa og virka. Þá flæðir frá þér. Þú færð þetta ekki nema fyrir trú á hann og leðu kemur, þá kemur eðli Guðs inn í hjarta þitt. Og hvað eðli Guðs? Hann kærleikur. Þetta boður hans. Trúðu á Jesú Krist og elskaðu. Þetta lögmál frelsisins. Þetta lögmál lífsins and og trúar sem birtist í Jesú Kristi. Nú fer ég að hætta þessu hálftíminn að líði hjá okkur og nú erum við kannski að fara að byrja. Nú erum við búin að leggja grunninn og næst ætlum við að skoða á hvenær byrjar svo þessi nýji sáttmáli. Hvenær byrjaði hann? Það mjög spennandi. Og síðan greiðu úr nokkur svona flækjum eins og þessum sem virtist vera ósamræmi milli Péturs og Jóhannesar sem að trufla fólk. Skoðum það og ljúkum svo eitthvað tíman, ég veit ekki. Við höfum nokkra 50 daga eftir eða nokkra vikur eftir. Guð blessi ykkur elsku vinir, hugleiðið það sem þið heyrið, opnið hjarta ykkar fyrir Guðs orði og leyfið því að kenna ykkur. Amen.